Já, verið þið velkomnir árið góðir hér í KA TV. Verið velkomin í KA TV, góðir árandur. Hér erum við að fara að sína leik KA og IBVF. Tvíframlengdur leikur hér í, tvífrestaða leika myndi ég, það verður alltaf ekkert framlengdur. Leikur hjá liðunum í Ólísdeild karla. Fáum vonandi skemmtilegan leik eins og villendur svo oft verða þegar þessi tvö lið mætast. Landsbyggðar slagur, Eyjamenn mættir norður. Ná hérna akkurat á milli lægðana sem ganga nú yfir landið. Það er vonandi komast þeir svo strax aftur heim í kjölfarið. En já, ég held að við kíkjum kannski örstutt á stöðuna í deildinni. Já, hún er kannski ekki alveg rétt hjá okkur, en það skulum við bara sleppa því. En hérna, já, KA-liðið á mikilli siglingu að undanförnu, búin að vinna 6 leiki í röð. Og það er líklegast bara besti kafli KA núna frá því að liðið fór aftur að leika undir eigin merkjum í efstu deild. Og það er stórkostlegt að fylgjast með stemningunni sem hefur verið á síðustu leikjum. Það er svo mjög óhefðbundinn leiktími sem er hér í gangi klukkan 5:30 á fimmtudegi. En ég vona innilega að við sjáum sem flesta í húsinu. Ágúst Stefánsson heiti ég og verð hérna með ykkur í dag að venju. Stefán Jónsson sér tölfræðina. Allt að fara að verða klárt. Við kannski bara byrja á að kíkja á lið IBVF þó að liðin sé ekki komin inn. Sjáum hér í markinu. Það eru þeir Björn Viðar Björnsson, innfarinn sjálfur og Petar Jokanovic. Númer 5 Rúnar Kárason, númer 7 Dagur Arnarsson, númer 8 Daniel Ragnarsson, númer 9 Ásgeir Vignisson, númer 18 Friðrik Hólm Jónsson, 19 Gabriel Martínez Róbertsson, númer 20 Arnór Viðarsson, 22 Gauti Gunnarsson, númer 23 Theodor Sigurbjörnsson, 27 Sveinn Hóseir Rivera, 29 Nökkvi Snær Óðinsson, 31 Sigurður Daði Rúnarsson, 46 Kári Kristján Kristjánsson og númer 64 Elmar Ellingsson. Og faðir hans er einmitt þjálfarinn, Ellingur Birgir Richardsson. Stórkostlegur handbolta heili hann Ellingur. Hann gerð frábæra hluti yfir öllum þeim stöðum hann hefur farið sem þjálfari. Og við erum nú nýlega með hollenska landsliðið á EM. En þetta er að fara af staðinn á okkur liðin að gangin af völlin. Við erum þá verða klári að kíkja á liðið KA. Fín stemning í húsinu þó að fólk sé enn að tínast inn. Það er alltaf líf og fjör í gamininu og núna loksins þegar við erum að losna við þessar helstu COVID-hömlur. Þá er aftur að verða það líf hérna sem við kannumst við. Kíkjum á lið KA. Í markinu mættur aftur eftir smá höfuðmeiðsli Nicolas Satswell, landsliðsmarkvörður Færeyja, og verður gaman að sjá hvernig hann kemur aftur inn til leiks. Í hans fjarveru hefur Bruno Bernat hins vegar gjörsamlega slegið í gegn, verið algjörlega frábær Bruno í sigurleikjum á Stjörnunni og Haukum. Útileikmenn Óðinn Þór Ríkarsson, hann skoraði 2 mörk fyrir aftan bakki í síðasta leik. Það verður ekki 3 eða 4 í dag og Hútúlu töframaður með boltann. Númer 4 Patrekur Stefánsson, númer 6 Arnór Ísak Hallsson, alltaf hostaður og starfur hjá okkar liði. Númer 10 Skarpíðin Ívar Einarsson, sáðu vekja athygli fyrir sína framgöngu, skyttan unga. Númer 11 Ólafur Gústafsson, nýbúinn að skrifa undir nýjan samning, verður áfram ásamt Rut Jónsdóttur hér fyrir norðan sem er stórkostlegt. Númer 13 Ísak Óli Eggertsson, hann er að fá sinn annan leik með meistaraflokki sem er magnað, hann er góð með ungmennaliðinum. Fyrirliðinn sjálfur Jón Heiðar Sigurðsson, hann er Berlin, hann Jón Heiðar með 22 varnarsyninn Arnar Freyr Ársælsson, númer 25 Allan Norberg sem hefur heldur betur stigið upp í hægri skyttunni í fjarveru Einars Raps, með 28 Einar Danski Stefánsson. Danski alltaf að verða betri og betri, sérstaklega í sóknarleiknum.
Númer 33, Jóhann Geir Sævarsson. Hann hefur alltaf klár að taka stöðunni vinstra horninu. Arnar hefur verið helsti maður þar í vetur. Númer 41, Halli Bolli. Halli Bolli, ungur rættilegur strákur sem að stíga sín fyrstu skref á línunni hjá okkur. 44, Raggi Njáls, varnar tröllið okkar. Hann var algjörlega magnaður hér í sigrunum gegn Haukum á dögunum og verður væntanlega klár í slaginn hér í dag. Og svo að lokum það Hilmar Bjarki Gíslason, strákur sem hefur verið frábær í vörninni og línunni með ungmennaliðinu okkar og að stíga sín fyrstu skref hér í meistaralotum. Og þjálfari svo sjálfsögðu Jónatan Magnússon, honum til aðstoðar alltaf sjálfsögðu Sverre Andreas Jakobsson, engin Heimir Örn Árdason hér í dag því miður, en við erum eins og vel mannaðir að bættum að vanda Egill Ármann Árni Björn og svo Einar Rafn sem frávegna meðsla, en Einar Rafn heldur betur búinn að stíga upp sem liðsstjóri liðsins, búinn að leita í gömlu góðu tímana þegar Sæmi Lögga sem við kallaði var liðsstjóri og einmitt í liðsstjórabólnum með nafnið Sæmi á bakkinu. Stórkostlegur karakter Einar Rafn. Það ekki þunglítið þó að sé einhver meiðsli í gangi. Hann stígur einfaldlega upp og hefur myndið sjálfur verslað þessa gulu hjálma sem komnir aftur í stúkuna eftir allt of langa fjarveru. En við erum að vera klár hér í KA-heimilinu fyrir gríðarlega mikilvæganleg KA og IBVF. Baráttan í Ólafsdeildinni gríðarlega hörð. Það farið að líða að seinni hlutanum. Öll lið vilja að sjálfsögðu vera í úrslitakeppninni og helst koma sér í sem besta stuðu fyrir úrslitakeppnina. Og það alveg ljóst að það verður hart barist stigin 2 hér í dag. Og það eru KA-menn sem að byrja með boltan. Dómarar í dag Sigurður Hjörtur Þrastarsson og svo Amar Ólafur Pétursson. En þetta farið af stað. KA byrjar í sókn. Vinstra horninu Arnar Freyr, vinstri skyttu Patrekur Stefansson, á miðjunni Jón Heiðar Sigurðsson, í hægri skyttu Allan Norberg, hægra horni Óðinn Þór Ríkharðsson og á línunni Einar Danski Stefánsson. Fín stemning í KA-húsinu að vanda. Frábær hreyfing hjá Allan Norberg og hvað gerist hér? Gult spjald strax í byrjun. Og já, Elmar Erlingsson ekki lengi að fá gula spjaldið. Gefur Allan og svona patta sem konur miðuna. Allan kemur sér í gegn þarna en Elmar næra stöðan á síðustu stundu. Hann mæði mikið á Elmari hérna. Allan greinilega klár í slaginn. Höndin uppi. Allan losar hann hérna á patta, höndin uppi. Boltinn dæmdur af KA-liðinu. Það fannst mér eiginlega hálf skrítið. Hvað veit ég alveg hvað patta þetta geta gert þarna, en fyrsta marki komið. Og það hann Arnór Viðarsson sem gerir það. Og KA-lið fær aukast hérna. Já, fyrsta marki gestanna. Þessi IBVF vörn náttúrulega alveg mögnuð. Þeir virðast alltaf vera bara að gera svona allstar. Kemur skotur á patta, það varið, frákastið hjá gestunum. IBVF byrja leikinn vel. Kemur Sigtryggur Daði inn að miðju, klippið Rúnar og einhver hasar hérna á línunni. Og já, smá hitt í mönnum eðlilega. Þetta eins og segi, þetta mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Sigtryggur Rúnar Kára, Rúnar fer sjálfur öfumegin og boltinn svo dæmdur af IBVF. Kári greinlega brotlegur á línunni, skiptir ekki máli, boltinn var göttið framhjá.
Jón Heiðar keyrir á þetta, finnur fyrir Allan fyrir gegn og skorar fyrsta mark KA-liðsins. Já, þetta var vel gert. Jón Heiðar dróði þetta vel í sig, losaði þessu bolta til hægri og hérna eins og Seytryggur Daði fljótur að svara fyrir gestina. 2-1. Það er hraði í þessu, kemur Jón Heiðar, smá vandræðum þarna en leysir það. Hætti því að Óðinn Þór Ríkarsson verði í strangri gæslu hægra horninu. Gæinn var gjörsamlega stórkostlegur gegn Haukum eins og það er bara allt KA-liðið hér á sunnudaginn. KA tryggði sig inn í undanúrslit bikarkeppninnar. Jón Heiðar trítlar í gegn og skorar, frábærlega gert. Gegnumbrotsmaður af bestu gerð, Jón Heiðar Sigurðsson. IBF hins vegar tapaði gegn nágranni sinni Selfoss í áttalúrstunum, þannig að þeir verða ekki með í höllinni. Þetta mikla bikarlið sem IBF er. En loksins er KA komið aftur á stóra sviðið í bikarkeppninni. Seytryggur, Rúnar, KA-liður ansi framalega núna. Rúnar með skot, opna hornið í staðinn og þetta er virkilega vel klára. Stekkur lengst út í teginn og setur út úr stöngina. Gabriel Martínez. 3-2 IBF. Boltinn á línuna. Einar Birgir skorar. Frábær setning á Jóni Heiðari Sigurðsssyni og þetta líklegast tveggjanda brottvísun. Já, 2 mínútna brottvísun á Arnór Viðarsson. Gekk þarna allt of lengi í Einari danska sem var kominn í gegn á línunni og jafnar metinni 3-3. IBF manni færri í fyrsta sinn í leiknum sem að við sjáum brottvísun. Þetta leikur er svona nýhafinn. Það verða nokkrar brottvísanir í dag, ég skal fullyrða það. Það eru svo sem auðgáðin sóttin í IBF, þetta manni færri. Kemur Rúnar með skoti og þetta nýtir hann vel. Skitt eins og Rúnar Kára, hann má ekki fá svona skotfæri með verða mætunum. Og IBF áfram með frumkvæðið en jafnt á öllum tölum. Patti trítlar í gegn og skorar. Þetta gerir Patti virkilega vel. Nýtir sér blokkina, kemur geta skorar. Ég meina að hann fengi nú eitthvað smá högg á skotundana. Þetta er bara handbolti, það má alveg taka aðeins á mönnum. Kemur Kári Kristján inn á línuna. Kári hittir ekki markið en fær í vítakastið. Ég held þessi rétt, Raggi fær guldspjald. Ég held þetta bara réttu dómur. Hann er of lengi að sleppa Kára þarna. Tíminn stopp. Seytryggur Daði Rúnarsson á punktinn gegn Bruno Bernat. Hann greiðir Bruno þarna. Vel klárað hjá Seytryggi. Kemur IBF aftur yfir. KA, hann fær manni fleiri í eftir 10 sekúndur viðbót. Þeir voru fljótari að nýta okkur það. Fótur hérna á Seytryggi. Hvað er Seytryggur að gera hérna? Þetta hljótt að vera brottvísun, að má ekki stoppa mann sem er að fara að taka aukakast. Sleppur fyrir hotn þarna, en KA á ennþá séns á að nýta sér liðsmunni, þeir eru snöggir. Arnór Viðarsson fljótur þetta inn á leið og brottvísunin er búinn. Patti boltan áfram á Arnór Ísak, Arnór sem stöðugur, frábær vörn hjá Eyjamönnum. Þeir komið með fullskipalið. Kemur Allan Norberg inn í hægri skyttuna, höndin uppi. Allan
stöðvaður. Já, góðu kapli hjá IBF þarna, manni færri. Heldur frumkvæðan áfram, kemur Allan með skot að gólfinu, Steinn liggur, þá að nýta sénsinn í hægri skyttinu vel. Búinn að vera gjörsamlega frábær þessa leiki sem að Einar Rafn hefur mistað vegna meiðsla. Og Patti stillir boltann eftir ráðin, hann truflaði þetta bolti fram á Arnar Freyr í gegn, setur hann undir Petar í markinu og kemur KA yfir í 6-5. Já, þetta líka eitt svo stór munur á KA-liðinu fyrir og eftir áramót. Við erum fættir að nýta okkur miklu meira hraða hlaup og seinni bylgju og að fá þessi ódýr mörk skiptir sköpum í handbolta, það vitum við öll. KA 6, IBF 5 og tæpar 8 mínútur búnir að þessu, þetta fyrir vel að stað hérna. Vel gert hjá gestum að halda boltanum á floti, finna hornið og Gabriel Martínez Robertsson með sitt annað mark úr hægra horninu. Já, ég ætla að segja vel gert hjá Elmari þarna að halda boltanum á floti og eiginlega búið að stoppa hann hérna næra losan sem gerir það verkum að þeir voru komnir í yfirtölu hægra megin. Og staðan því jöfn 6-6. Áfram með smjörið. Patti ná Allan sem komið inn á miðjuna, reynir að finna línuna en sendingin er slök. Stráðin fljóð tilbaka. Þannig að þeir náðu ekki hraðhlaupinu. Rúnar Kárason keyrir inn á miðjuna og skotið var frá honum, búið að brjóta Rúnari. Þá náðu við skiptingunni. Tími stopp. Já, þessi leikir þessara liða hérna í KA-milinu, það eru í Eyjum líka, hafa verið ótrúlega jafnir síðustu ár og spennandi. Það er eiginlega alveg saman hvar í deildinni þessi lið eru og með Patti að fá tveggjarni brottvísun. Ítti hérna full mikið eftir á Seytrik sem hann lendi svo á Ragga Njáls. Raggi fengið hann í hliðin á löppinni sem hefur verið þokkalegt högg fyrir hnéð. Það þarf ansið mikið til þess að koma Ragga út. Blótar aðeins, en jæja. KA þá manni færri núna í 2 mínútur. Patti út af í 2 mínútur. Jæja, 9 mínútur komnar á klukkuna. Rúnar Kára við bara sjálfur, finnur Kára á línunni. Kári varði frá honum Bruno Bernat. Fyrsta varða skoti hjá Bruno. Já, þetta er mikilvægt, heldur svo áfram jöfnu og vonandi fáið Bruno í gang. Búinn að vera gjörsamlega stórkostlegur í undanfarnum leikjum. Kemur Arnar Ísak, boltinn inn á línuna, á aukast í dæmt, ítti vel og hressilega á bakið á Einari þarna sem var að sleppa í gegn. Arnar Ísak keyrir á þetta og Allan kemur sér í gegn, ekkert dæmt, þannig áfram með smjörið. Náum skiptingunni, kemur Rúnar, hann róar þetta. Já, vel tekið stakurinn á bakka og loka á þetta hraðar hjá IBF. Kemur Rúnar og Sigtryggur, nei, þeir finna ekki lóknununa. Hún kemur hins vegar þarna. Og Rúnar Kárason með sitt annað mark úr 2 skotum. KA ekki búið að skora núna í 3,5 mínútu þetta. En eru við það að fá fullskipalið.
Kemur Arnór inn á miðju, Arnór hótar skotinu og það er flikastið, góð vörn hjá Arnóri. Arnóri Viðarsinni gegn Arnóri Ísak. Áttu svona við allandir. Kemur Allan á Arnór Ísak. Arnór inn á Jón Heiðar, sá búinn að leysa og Jón Heiðar skorar, frábærlega gert. Þessi skot ógnun hjá Arnóri. Tók alla athygli hjá vörninni og fyrir vikið var Jón Heiðar í dauðafæri. Þetta er guldspjald á Jónatan Magnússon, þjálfara KA. Ég enda svo sem alveg sammála Jonna. Þetta fannst mér tvöfaldur séns. Hann er búinn að losa boltan áður en að hann virkilega stoppaður. En það eru þeir Siggi og Svavar sem að stýra þessu og þeir verða að fá að njóta af hans. Áfram með leikinn 7-7. Bæði lið fullskipa liðið aftur. Seitryggur á Elmar, Seitryggur, Rúnar, Sá er hættulegur í þessari stöðu og hann skorar. Svakalegu styrkur á IBF að fengi Rúnar Kára í eigina góðu. Allan af fullu gasi og skorar. Þetta gerir hann frábærlega, færingurinn Knái. Hann fengi eitthvað högg á vinstri hendina. Það hefur verið skömmur í skára, það er í hægri hendin. En nei, hann verðist ekki verið alvarlegt, hann ætlaði að fara að brosa hann í. Þetta fer á, eins og segir, virkilega skemmtilega stað. Við fáum væntanlega bara frábæran 60 mínútna handboltaleik. Seitryggur, klippir þetta með Rúnar keyrir á þetta og skoður beint á Bruno, bombar á boltanum fram á Arnar, boltinn aðeins og framalega. Það kannski verið sniður að setja hann á Óðinn sem var eiginlega lausar þetta til hægri, en þessi bolti inn á Kára Kristján og Kári skorar. Já, fyrsta markið á Kára, hann er búinn að sækja víti í leiknum. Og IBF markið yfir hérna. Kemur Allan, sýtur hann á Jón Heiðar. Jón Heiðar stöðvar hérna. Fannst mér eiginlega Allan, ég var bara að keyra á þetta. Þá tekur Jónatan Magnússon leikhlé fyrir hönd KA. Já, svona, þetta er svo búinn að vera fínasti leikur hjá okkur, en kannski til að taka leikhlé og fara aðeins betur yfir hlutina. Við eigum náttúrulega svona nokkra kosti í stöðunni hérna. Spurning með Nikolas Satsvel, hann sé klár í að koma fullu kraft inn í þetta. Svo er þetta Ólafur Gústafsson búinn að vera eitthvað tæpur, en hann er allavega klár á bekknum. Sjáum þetta markaskorurina í leiknum til þessa, Allan Norberg, markahæstur af KA með 3 mörk. Rétt eins og Rúnar Kárásson hjá IBF. Jón Heiðar Sigurðsson með 2. Svo var þetta Patrik Stefánsson, Arnar Freyr Ásvaldsson og Einar Birgir allir með 1. Á IBF er Gabriel Martínez og Sigurður Daðir með 2 mörk og Arnór Viðarsson og Kári Kristján Kristjánsson með 1 mark hvor. En já, búið að vera jafnt á öllum tölum og bara flottur leikur. Spurning hvort að leikliðið hjá Jonna fer eitthvað gangi leiksins. Þessi KA búið að vinna 6 leiki í röð fyrir þennan leik. Alveg klárt að strákarnir ætla sér 2 mikilvæg stig. KA milli ára vígi. Patti á Jón Heiðar á Óðinn sem búið að leysa úr hægri átinu og Óðinn skorar. Já. Rúnar losa boltan hérna og Dagur með frábæra hreyfingu, komin í ansi þrönga stöðu þetta hægra megin, en skorar. Setur hann á hausinn á Bruno og biður hann svo afsökunar yfir allan völlinn á því að hafa skotið á hausinn á honum, en þetta er bara vel gert hjá honum.
Dagur virkilega skemmtilegu leikmaður og væntanlega lært ansi mikið af Karli föður sínum. Arnar Pétursson var virkilega skemmtilegu leikmaður og frábær þjálfari í dag. Þjálfari íslenska kvennalandsliðsins. Kemur Patti inn að miðju, keyrir á þetta, lendir hérna gjennom Arnóri, höndin uppi. Byrði ekki alveg á að beita okkur, Patti losar hann á Allan og Allan skorar! Það finnst ekkert geta stöðvað. Færingin Knáa hér í hægri skyttunni. Jafnari 10-10. Og þá stilla Eyjamenn upp í sinn hefðbundna sóknarleik, fá Kára Kristjaninn á línuna. Já, kemur Dagur, svona Elmar og fín hreyfanleiki á Káurninni. Rúnar Káranes hafði mikið pláss, hann keyrir á þetta, dæmdur ruðningur á hann, skauta framhjá einnig, hann liggur eitthvað eftir en Káalið kemur hérna í yfirtölu, Rúnar að leiðin tilbaka, kemur Allan, í hornið, Óðinn í gegn, frábær markvarsla, einfarin mættur í markið, Björn Viðar Björnsson ekki lengi að verja sinn fyrsta bolta. Já, stórkostlegur karakter Björn Viðar Björnsson, einfarin sjálfur og sá var ekki lengi að taka fyrsta boltan og það frá Óðinni Þór. Staðan því áfram hjá 10-10. Þetta er bara góðu varnarleikur, minnst Dagur að svona reyna við eitthvað þarna, en aðja áfram með smjörið. Kári með slaka sendingu beint á Patrik Stefánsson. Patrikur hefur allan tíman í heiminum fyrir gegn og skorar, kemur Káa í 11-10. Já, sjálfsögð mistök hjá Kára Kristjáni. Svona kæruleysins bolti hjá honum beint á Patta og Patti þakkaði pent fyrir sig og þá tekur IBVF leikli. Já, Káa komið hérna með 2 mörk í röð og komið yfir eftir að IBVF var með frumkvæði núna undanfarnar mínútur. Við þökkum að sjálfsögðu pent fyrir svona bolta og Elningur Richardsson tekur leikli. Fyrri hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður og bæði lið búin að taka leikli. Þetta held ég bara ásinn á það að þetta verður alvöru slagur. Sjáum hérna áfram með markaskorarana sem ekki mikið pressi hann á hann en bara Allan komið 4 og Patti 2. Já. Stemningin flott í húsinu. Það bara svo geggjað að við séum loksins að fá okkar hefðbundna fjölda aftur í húsi. Það vantar ennþá aðeins upp á það, en þeir sem eru hér mættir láta vel í sér heyra. En þetta er gena hægt, stórkostlegur handbolti hér á Boðstólum. Allir með, það þýðir ekkert annað. Þetta er farið aftur af stað. Arnar kemur ansi langt út á móti. Yðin hérna boltinn inn á línuna og Kári Kristján skorar. Vel gert hjá Rúnari Kára. Hann finnur Kára og hann jafnar í 11-11. Þá markmannsskipting. Nikolas Satsvel kemur inn í mark Káaliðsins. Ég segi Nikolas fekk boltan í höfuðið gegn Stjörnunni hérna á dögunum. Og hann búinn að eiga fína leik fram að því. En ég er greinlega búinn að ná sér, en hann klár í slaginn á ný. Bruno aðeins með 2 varðabolta upp á við leiks og Patti með hennar bolta af vörninni og framhjá. Já, þannig að það er hotkast. Svo hann var með þetta á hreinu.
12 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik og þetta búið að vera stál í stál allan tíman og þá kemur þessi negla frá Patriki Stefánsinni stöngin inn, frábæra gert að Patta hans 3. mark í leiknum. 12-11 Káa, Rúnar Kárasson skorar. Það ekkert hægt að bakka undan honum, svona skitta eins og Rúnar, hann mun alltaf refsa, komið 4 mörk hérna og búin að eiga einhverja stóðsendingar líka. Það kemur Allan, þeir sjálfur og skorar, það enginn að mæta honum fyrir að leyfa honum að leika lausum hala. Allan þakkar pennt fyrir sig, komið 5 mörk frá færingnum magnaða. Allan Norberg sá að stíga upp, við þekkjum meira sem hægra hornamann en búinn að vera gjörsamlega að springa út sem hægri skytta hérna í fjarveru Einars Rafns. Það kemur höndin á Rúnar, hann setur tilbaka á Dag, höndin uppi. Rúnar losar hann, Dagur inn á línuna, Kári Kristján missi bara boltan, það ætlaði sér að þetta bara sækja vítið þarna. Það eins og var ekkert nætt á þetta. Jóni er í gegn og skora, snúningsfinta par excellence hjá Jóni Heiðari Sigurðssyni. Kemur Káa í 14-12, 2 marka munur í fyrsta sinn í dag. Og þetta kveikir í húsinu. Að sjálfsögðu Jón Heiðar Sigurðsson. Rúnar Kára með plás. Jæja, það var að finna Dag hérna en brotið á honum. Flottur kafli hjá Káa-liðinu núna. Vörnin að standa. Dagur keyrir á þetta, losar hann hérna og kemur skotið framhjá og hættir tekjandi brottisum. Það ekki nokkur spurning. Daniel þóður upp í loftið hérna og Arnar ítti hressilega á bakki á hann. Þetta bara 2 mínútur. Man getur lítið sagt við þessu. Ný sókn hjá gestunum og Káa manni færri. Og í kjölfari fær Daniel að aðeins að hvíla. Og Sveinn Óse Rivera mættar á línuna. Rúnar niður í hornið, vel gert, það alveg spurning hvort að... Já, Niklas Satsvel með frábæra vörslu frá Gabriel. Ég ætlaði að segja alveg spurning hvort að Gabriel hafi ekki verið utan valla þegar hann fær boltan þarna. En það skiptir engu máli, Niklas Satsvel með stórkostlega vörslu. Hans fyrsti bolti, hann með 1 varinn bolta og 1 mark á sig. Fín innkoma hjá Nick. Káa sjálfsögðu með aukamann í sókninni. Kemur Allan á Patta, Patti. Jæja. Það bara fríkastið. Við viljum alveg endilega láta tíman aðeins vinna með okkur. Höndin uppi. Allan á Patta. Jón Heiðar. Patti höfður að skjóta. Hávörðin blokkar þetta. Vel gert hjá Rúnari Kárassyni. Þeir eru alveg búin með sendingar. Það kom að skota strax. Allan. Jón Heiðar. Já, óðið fyrir ekki. Þetta er búið. Það var alveg klárt að skjóta strax. En við náum skiptingunni. Og kemur Rúnar inn á línu. Þetta er væntanlega víti. Jæja, kemur okkur spurning. Arnór sækir vítakastarna. Jóhann Geir Sævarsson brýtur á honum, nýkominn í vinstra hornið. Og þá getur ég beðið hoggið á hnútinn. Sigtryggur Daði Rúnarsson á punktinum og setur hann bara beint á markið. Nick er sestur. Fjórtán, 13, 8 mínútur eftir að þessu fyrirháleik Káa við það að fá full mannað lið að nýju.
klippaðir Allan ansi utalega, kemur Allan á Patti upp og skora, frábærlega gert hjá Allan Norberg, dregur alla vörnin í sig og eftirleikurinn tiltölulega auðveldur fyrir Patrik Stefánsson sem skorar sitt 4. mark. Áfram 2 marka munur. Arnar Freyr mættur aftur fremstur í flokki hérna í varnarleiknum. Ótrúlega duglegur. Það ekkert að skemmtilegt í heimi að eiga við hann sem fremsta varnarmanninn. Þá var bara að spila 3-2 hérna ansi framalega. Þá ætti Kári Kristján geta leikið lausum hala þar fyrir aftan. Sjáum hvernig gengur. Arnór stöðvar að Patta, fín varnarleikur. Arnór lendir hérna í veggnum en svona mest í hraðin var sem betur fer farin úr þessu en þetta var ekki alvarlegur árekstur hérna við vegginn. Arnór heldur áfram. Trommu sveitin okkar magnaða vill var hendinu sóttin eins og tiltur að nýlega byrjuð slök sending frá Arnóri, stólið af Einari danska, Patti losar hann á Óðinn Þór í gegn og skorar, kemur K.A. 3 mörkum yfir 16-13. Já, helsti munurinn einfallega sá að K.A. að refsa grimmilega þegar IBA fyrir að missa boltan. Kemur Arnór smá vandræðum en það Gabriel með sér. Arnór brotið honum. Það að færast heldur betur hasar í þetta. 6 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. K.A. að skilja sig aðeins frá en þetta svo fljótt að breytast. Stinn á Dag. Kemur fínt skotfæri hérna og brotið á Ásgeiri og 2 mynda brottvísun á Einar Birgi Stefánsson. Já. Jú, það svo alveg hægt að færa rauk fyrir því eitthvað séu 2 mínútur, ítir alveg aðeins á Ásgeir hérna, það samt svolítið soft, en hvað það, áfram með smjörið, K.A. manni færri, IBA því fínu séns núna á að laga stöðuna. Dagur, hérna Ásgeir, lendir í Arnari. Hvað, hít í menn hérna. Óðinn Þór Ríkarsson, hann má eiga það, hann er mjög blóðheitur drengurinn, biður þetta afsökunar. En hérna aðeins bæði Ásgeirinn. Þetta er handbolti, það verða alltaf einhver átök. Sveinn Húsek inn í afturlínuna, höndin uppi, Dagur reynir að finna línuna, gengur ekki og Patti stelur boltanum. Patti við boltan fram, Óðinn fær boltan eða komin í gegn og skorar 17-13. K.A. manni færri stelur boltanum og Óðinn Þór eldfljótur fram, skorar 4 marka munur. Dagur eftir hérna Ásgeir. Dagur tilbaka, Ásgeir þeir bara sjálfur skýtur fram hjá að fæða fríkastegið, hárrétt. Það verður einhvern veginn að koma betri stimplun á bolta hjá IBA. Þeir eru aðeins svo mikið að þeir eru bara fara sjálfur. Vá, þetta mark hjá Degi Arnarsinni. Þetta var fáránlega vel gert hjá honum. Ég ætla að segja þetta svona, þetta er ekki að fara að skilja neinu, menn er bara að þjóstnast 1 og 1. En Dagur með töframark. Algjört töframark. Og minnkar þetta í 17-14. K.A. er manni færri og við höfum ekkert verið allt líklegir til þess að skora manni færri hérna. Jón Heiðar á Patta, Patti milli 1-2 og hann skellir honum hérna í fjarstöngina. 18-14, 5. markið á Patta, flottur leikur hjá honum.
Aftur eru við að taka ólulega miðju. Gabriel Martínez full fljótur af stað og það alveg spurning hvort við lendi ykkur vandara með þetta ef þetta heldur áfram. Ásgeir missir boltan. Arnar stelur honum, fer bara sjálfur. Komin í gegn og frábær varsla hjá Einfaranum. Hann má eiga þannig snöggur niður, drengurinn. Kemur Ásgeir með skot sem varið að Niklas Satsvel. Já, þetta gerir hann virkilega Satsvel. 4 marka munur áfram. Já. Káa með full skipað lið. Voru alltaf í dauða færi á að skora þarna 19. markið en Björn Viðar Einfari, hann gerði virkilega vel í markinu þarna. Kemur Patrikur, setur hann á Jón Heiðar, Allan með, kemur á straujinu, Finnur, Harald Boll á línunni, Halli Bolli skorar! Það er ekki hægt að halda þessi dreng og Halli Bolli kominn á blað, kemur Káa í 19-14, frábæra og Einar Birgir stelur svo boltanum. Það gengur lítið sem ekkert að Eyjamönnum hérna, Jón Heiðar á Ragnar, Raggi gegn, skorar 20-14, þvílíkur kafli hjá Káa. Við erum einfaldlega að keyra yfir Eyjamenn hérna. Við erum að refsa fyrir ekkert einustu mistök sem þeir gera og skyndilega orðið 6 marka munur, jafnt á öllum tölum til að byrja með. Já, hérna hér á Varnar Trölli Raggi Njáls komið 3 mörk í vetur og það er að segja 2 núna á skömmum tíma. Búinn að skora í báðu leikjum á IBF í vetur. Opna hornið fyrir Gabriel, setur hann framhjá. Það gengur ekkert upp hjá Eyjamönnum þessa stundina. En þeir þurfa að reyna að halda í við okkur út fyrir hálfleikinn. Ekki missa þetta ennþá meira hér í fyrri hálfleik. Það eru það 2 mínútur til leikhlés. Sama tíma þurfum við bara að halda áfram að hamra járnið með það heitt. Það er svo sannarlega sjóðandi heitt núna. Kemur leysingi frá Arnari Frey. Jón Heiðar, Patti kemur hennar miðju. Klippið við Allan á Jón Heiðar í gegn og það er alveg spurning með vítið þarna, ekki nokkuð spurning. Hann kemur á straujinu þarna, lokar, fær tveggjanda brotti svona Elmar líka. Ég ætla bara að segja að ég er sammála sem dóm. Jón Heiðar er að fara inn á milli 1 og 2. Elmar kemur á straujinu, stekkur á hann. Átti einfaldlega bara að sleppa því þarna, búinn að missa manninum. Tveggjanda brotti svona á Elmar Ellingsson og Óðinn Þór Ríkarsson á punktinn, getur komið Káa 7 mörkum yfir. Það gerir hann gegn Einfaranum. Einfarin verður við hann frá honum, ætla að setja hann undir hann en Björn Viðar heldur betur eiga góða innkomu. Kom með 3 varðarbolta. Þegar komið fleiri varðarboltaldur Petar sem að hóf leikinn í marki gestana. IBF spilar ekki með aukamann í sókninni. Rúnar. Ja, Dagur með plássettan vinstra megin. Þannig á Rúnar í gegn og búið að flauta, setti boltan í stöngina. IBF heldur boltanum. Loka mynda fyrirlega skengin í garð. Rúnar á þetta innan miðju með skotið hátt yfir og Káa manni fleiri. Koma hérna á stað í sóknina. Haraldur Bolli Heimisson inn á línuna. Þurfum að eiga góða sókn. Það væri það magna að vera 7 mörkum yfir í hálfleik. Jón Heiðar, góð vörn á Gabriel. Við erum manni fleiri yfir eitt og ættum alltaf að fá gott færi. Patrikur á Arnar Ísak tilbaka á Patti í smá vandræðu. Missir boltan. Kemur Gabriel. Hvað víti og hvað hér. Jón Heiðar er að reyna að fara fyrir skotið hans. Dagur Arnarsson vill meina að Jón Heiðar gert eitthvað mikið aðstil hérna.
Vonum að sé lagi með Gabriel. Hér er hún eitthvað með þetta hvort þessi rautt spjald eða ekki, þannig að klálega allavega 2 mínútur. Kennir á óvart að vera meira en 2 mínútur. Já, 2 mínútur á Jón Heiðar Sigurðsson. Rautt spjald á Jón Heiðar Sigurðsson og 2 mínútur á Björn Viðar Björnsson sem fór yfir allan völlinn til þess að láta Jón Heiðar heyra það. En Jón Heiðar farið rautt spjald fyrir þetta. Já, vissulega endar hann á að fara í andlitið á Gabriel sem að liggur eftir og já, þetta er ég er ekki sammála þessi dómi, þetta sé rautt spjald en hann fer vissulega í andlitið á Gabriel og afleikandir eru vissulega ansi miklar sem að við grunum að hafi nú mest að segja en Jón Heiðar lappar hérna að Gabriel biðst afsökunar. Jón Heiðar er engu góður og fullir af það hann var engavinn að reyna þetta. En hann hefur lokið þáttöku sinni hér í dag. Sigtryggur Daði á punktur og getur minnkað inn í 5 mörk. Þetta er fljótt að breytast. Já, hér eru læti. Hann skorar. Minnkar í 20-15 sem eru þá hálfleikstölur. Við þurfum eitthvað að laga refsi tíman hjá okkur. Það er ekki alveg réttur. En já, Sigtryggur Daði kom með 4 mörk, ekki klika skoti hér í dag. Hálfleikstölur KA 20, IBA 15. Við kíkja ástuð á tölfræðina. Sjáum hérna tölfræðina. Þar er Patti og Allan markastjóri KA með 5 mörk hvor. Patti búinn að fá inn að Brottisson. Svo er Óðinn Þór Ríkarsson og Jón Heiðar Sigurðsson báðir með 3 mörk. Jón Heiðar mun hins vegar ekki skora fleiri mörk í dag. Búinn að fá þetta rauða spjald hérna í lok fyrri hálfleiks. Svo eru þeir Arnar Freyr, Einar Birgir, Haraldur Bolli og Ragnar Snær Lálsson allir með 1 mark. Í markinu þar er Bruno Bernat með 2 varðarbolta og svo er Nikolas Hatsvel kominn í hans stað. Hann er kominn með 2 varðarbolta einnig. Sjáum svo liðið gestana. Þar er Rúnar Kárason með 4 mörk ásamt Sigtryggi Daða og Sigtryggi kominn með 2 mörk úr vítum. Nei, 3 mörk úr vítum, 3 mörk úr vítum. Og svo er Dagur Arnarsson með 2 ásamt þeim Gabriel Martínez og Kára Kristjáni og Arnór Viðarsson með 1 mark. Í markinu byrjaði Petar Jukanovic varði 2 skot en Björn Viðar Björnsson innfarinn kominn í hans stað. Komið 3 varðarbolta en hann hins að byrja síðara hálfleikinn út af eftir Brottisson hérna eftir að hann fór yfir allan völlinn til þess að mótmæla þessu broti hjá Jóni Heiðari. Kíkjum svo á tölfræði liða 20-15 staðan fyrir KA. KA með ögn betri skotnýtingu sem við sjáum og ekki bara það, þá er líka bara enda fyrir sóknir með skot. Þið sjáum 27 skot á KA gegn 21 í IBF. KA mest skorað 3 mörk í röð þegar þeir beittu stöðin 2014, hálfstöðin svo 2015 og KA verið meiri hlutan í forystu og já, annars bæðilið búin að fá 4 Brottissonir. Sjáum svo hér KA búið að skora 5 mörk úr hraðalöpi gegn 1, það er akkurat, ekki akkurat en það er svona helsti munur á liðunum. KA liðið búið að miklu betra að refsa fyrir mistökin og Eyjamenn búin að vera með fleiri tapaða bolta. En já, kíkjum svo kannski bara östuð á tímalínuna góðu og leyfum henni svo að lifa í hálfleiknum. En sjáum að jafnt á öllum tölum, hvað er eiginlega bara fyrsta þessi 20 mínúturnar, en síðan þá hefur KA verið með frábæran kafla sem við náum vonandi að halda áfram í den síðari, en hálfleikstjóri 20-15 og við tökum smá pásu, sjáumst í síðari hálfleik.
Já, við erum að vera klár í síðara hálfleikinn. Sjáum hérna skemmtilega skotnýtingu hjá IBVF. Sjáum ætlins að Rúnar Kárason með 4 mörk úr 6 skotum, Sigtryggur Daði með 4 mörk, ekki henni að koma klikk en 3 af þessum mörkum úr vítum. Við kíkjum frá KA-lið. Sjáum hérna Patti búinn að taka 8 skot, það er endað í 5 mörkum. Annars er þetta ekkert voðalega mörg klikku skot hjá okkur. En já, þetta verður áhugavert að sjá hvernig þessi síðarleikur byrjar. Káa með mann út af. IBVF finnst það með 2. Rautt spjald hérna á Jón Heiðar Sigurðsson í það mund sem að fyrirháleikurum lauk og Björn Viðar Björnsson innfarinn trítlaður allan völlinn og lítið sér heyra. Það er einfallega bara bannað og hann fékk brottvísun fyrir það og enn 23 sekúndur eftir að brottvísun Eyjamanna. En já, KA-liðið var í ansi góðum séns á að vera 7 mörkum yfir í hálfleiknum og voru þetta manni fleiri en mistu boltan og því er 5 marka munur. En já, Eyjamenn byrja svo með boltan hér í síðari hálfleik að þeir geta hérna að laga stöðuna enn frekar. En KA-liðið síðari hluta fyrri hálfleiks sýndu klærnar og eru sanngjarnt yfir en við vitum það að þetta er langt í frá búið. Nóg eftir að þessu og Eyjamenn komið hér á stað í síðari hálfleiknum. Við erum með aukamann í sókninni að sjálfsögðu. Það sem stuttaði fái fyrri mann inn á. Daniel. Svona á Sigtrygg. Það er í baka Sigtrygg komin inn á miðjuna. Og sér á Rúnar. Rúnar galopin opnar hornið og þetta er framhjá. Virkilega gott hornafæri hjá Friðrik Hólm en það setur hann framhjá og ef að ljósmyndar okkar Þóri Tryggvason hefði ekki verið svona ótrúlega snöggur að beygja sig frá það hefði hann þessi bolti sungið beint í hausnum á honum. Þokkaleg reynsla í Þóri Tryggvason í ljósmyndara hvenær hann á að beygja sig frá. Sem betur fer þá fór þetta ekki illa en úrvalsfæri hérna hjá Friðrik sem að fer forgörðum. Kemur boltinn hérna á Óðinn en Óðinn kemst ekki gegn þarna Allan. Sittur hann á Patta. Við erum að sækja meira á hérna. Allan niður á Óðinn. Það er lítið að vera, þetta er höndi komin upp. Allan. Losar hann í hornið á Arnar. Við erum ekki að finna opnunum á tæmt leiktöð. Það var ekkert að frétta hjá okkur. Skotið allan völlinn frá Sigtryggi Daða Rúnarsinni. Hann skorar. Og já, þetta var ekki boðlegt hjá okkur, segja bara hreint út. Ekki beint markviss sótt hjá okkur og fáum mark í bakið beint í allan völlinn. Patti á Allan. Allan keyrir hérna miðju með samboltan á Patta. Patti inn á milli þetta 2 og skorar. Já, já, já. Það reyndu þeir að stela boltanum, það gekk ekki og fyrir vikið var allt galopið fyrir Patta sem trítlaði gegn. 21-16 og þá er Elmar kominn inn hérna á miðjuna hjá Eyjamönnum. Það er mikil hitt í mönnum. Elmar í gegn skorar, þetta gerir hann vel. Hálfparti búinn að missa jafnvægi hérna en skilur hann upp í skeitið fjær. Vel skotið hjá honum, gríðarlega efnilegu strákur. Alveg klárt mál að hann á bara að fá stærra og stærra hlutverk. Við erum í liði Eyjamanna.
Kemur Patti, Allan Norberg var hérna. Þannig að þetta er kildur í magan. Þetta er ekki fótspræðu atriði. Það er að banna að vera kildur í magan og Arnór Viðarsson mótmælir þessu ekki neitt. Hann veit að þessu skömmina fer út af. Allan heldur áfram leika, þetta verður ekki verið þægilegt. Ég veit ekki alveg hvað Árni Björn Þórarinsson, sjúkraþjálfari, getur gert í þessu. Þetta er bara vont, en menn harka þetta af sér. Árni Björn til að lék með Káa á árum áður. Þekkir það vel. Það er inn á vellinum og þau högg sem að fylgja því spila handboltan sem að klálega nýtast vel í sjúkraþjálfuninni. Áfram með smjörið, Káa manni fleiri, Patti með boltan sem er stólið af Sigtrygg. Sigtrygg fær boltan sig í kjölfarið aftur, einn í gegn og skorar. Já, þetta er alltaf svona sem Eyjamenn eru rosalega góðir í. Það er að stela boltanum og refsa. Þetta hefur verið eins og það er okkar aðalsmerki þessna aðeins leiks. Það er vonandi að það sé ekki að fara að breytast. Arnór inn á Patta, Patti keyrir á þetta, setur hann á Allan. Allan af gólfinu og skorar. Já, kemur þessu aftur í 4 mörk, 6 mörk frá Færeyingnum. Já, Allan Norberg. Ég verð að viðurkenna að hann er búinn að koma mér virkilega á óvart með sinni framgöngu í hægri skiptunni hjá okkur. Og samt erum við búin að sjá alla leiki með kappanum frá því hann kom í Káa fyrir 4 árum síðan. Það er bara gott. Frábær bolti inn á Kára, Kristján frá Rúnari Kárasyni. Kári skorar. Þetta var með lengri línustundum sem við séð. Allan. Þetta er ljótt að sjá, 2 vinda brottvísun á Sigtrygg Daða Rúnarsson. Hann reynir nú eitthvað að mótmæla þessu en getur nú heldur lítið sagt við þessu. Þú mátt einfaldlega ekki rífa svona í mannin sem er komin upp í loftið. Og þú sást það alveg á látum Allans að hann misti allt í jafnvægi við þetta og boltinn lengst upp í stúku. Eyjamenn núna 2 færri í rétt rúma hálfa mínútu. Og það er eitthvað sem við verðum að nýta okkur. Við verðum að nýta hann kafla. 6 á móti 4. Patti fer bara sjálfur. Hann verðum að finna betra færi en þetta. Björn Viðar með varið skot. Og Eyjamenn koma hérna í sóknina. Nú ætlaði að fá fyrri mannin inn á. En 2 mönnum fleiri verða menn að finna betra skotfæri en þetta. Rúnar keyrir á þetta, losar hann á Elmar. Elmar með mikið pláss. Það er uppkastið. Það kom frábær hjálp af öllum á horninu og náðum að stoppa Elmar. Þá er búið að skúra. Áfram með leikinn. Rúnar. Losar hann á Elmar. Elmar keyrir á þetta og skorar. Já. Hvergi bankinn. Hann fer í hann. Elmar er þarna í gegnum miðjuna og ýtir við Einari Birgi. Sleppur með þetta, hann er að bjóða hættunni heim, drengurinn sleppur með þetta. Þú mátt ekki hlaupa í gegnum miðjuna og hvað þá trufla
En já, áfram með þetta, hann slapp með þetta. Skarpi komin inn á, Skarpiðin Ívar. Boltan inn hornið, en boltin aðeins á neðarlega fyrir Óðinn. Þannig að við þurfum að halda áfram. Skarpi á Allan niður á línu. Einar Birgi með fínt hornafæri, en þetta er Einfarinn ver. Og IBVF er að eiga stórkostlegan kafla hérna, kafla 2 færri. Er núna við það að fá mannin inn á, búin að minnka þenni í 2 mörk og það er nóg eftir að þessum leik. Elmar klippir hérna Rúnar, það er boltan núna öfumegin, keyrir á þetta, lítum að vera höndin uppi. Rúnar brotið á honum, endur 1-3 kámunum hérna. Kári Kristján, það er lítið sem ekkert að vera. Já, boltinn dæmdur af Eyjamönnum. Elmar liggur hérna eftir. Vonandi, þetta sé ekki alveg, hann heldur eitthvað af höfuðið. Hann hefur ekki heyrt í flautinu að búið að dæma leiktöfu, hann hélt áfram. Þá tekur Káa leikhlé. Já, búið að vera slæmur kappi núna hjá strákunum. Og Jónatan Magnússon tekur leikhlé og þetta aðeins að skerpa á hlutunum á okkur. Það kemur náttúrulega engum á óvart að liðið IBVF gefist ekkert upp og haldi áfram. Þetta eru, eins og segi, ótrúlega skemmtileg lið Káa og IBVF. Landsbyggðarlið sem eru með svo mikið hjarta í, ekki bara í liðunum, heldur bara í starfinu. Þeir menn gefa gjörsamlega allt í þetta og gefast aldrei upp. Það er sama hversu erfið staðan er. Það halda menn áfram og kemur, eins og segi, ekkert á óvart að IBVF sé á fullu gasi áfram þó að staðan hafi verið erfið rétt áðan. En Káa með bolta núna, bæði lið fullskipa lið. Og við freistum þess að við halda fórustunni. Við erum ekki búin að skora núna í rétt 3 mínútur, eins og við sjáum í vinstra horninu. Arnór Ísak á miðjunni að stýra spilinu. Kemur við frá Arnari Frey. Ja. Við komum rosalega utalega á Allan er í hornið á Óðinn. Óðinn er bara í strangri gæslu í dag, við lítið síðan fyrir utan hraðalöpin. Patti upp og þvílík negla stöngin inn. Sjáu það, Björn Viðar var mættur í hornið en boltinn var einfaldlega það ofalega að Björn Viðar átti lítinn séns á þessu. Sigtryggur Daði, reynir boltan, línu gengur ekki. Arnar Freyr stelur honum, kemur hann að félaga sinna Óðinn. Óðinn Þór í gegn, skorar! Óðinn Þór, eins og ég segi, búinn að vera í strangri gæslu í hægra horninu, en hann er að skora sitt 4. mark í leiknum. Þetta eru mörk úr hröðum upplaupum. Kærulaus bolti þetta frá Sigtryggi, reyndi að finna línuna. Hann var einfaldlega ekkert dæmt á þetta og Káa-liðið refsaði með hraðalöpi. Og Eyjamenn eru aftur komnir 4 mörkum undir. Rúnar inn á Sigtrygg, Sigtryggur keyrir á þetta. Þetta búinn að ganga í hornið, vel spilað og hann klárar þetta vel að Friðrik Hólm. Já. Hans fyrsta mark í leiknum, klikkaði illa á hann en kvittar fyrir það hér. Allan á Patta og við stillum upp hérna. Eins og ég segi, það er svo mikill munur á Káa-liðinu núna og í upphafi vetrar. Við erum að berjast allt svakalega sem ein liðsheild og ég segi að refsa meira og meira með hröðum upplöpum. Fáið sér ódýrum mörk sem skipta svo miklu máli. Höndin er komin upp. Óðinn úr gjörsamlega vonlausri stöðu. Snýr boltan á stakri snild inn í hornið.
Já, hérna hér. Þetta var sko ekki bara demantur, þetta var sko miklu þrengra en það. Og í kjölfarið vel, Niklas Satsvel, Óðinn Þór, komin í hraðhlaupið, fyrir gegn. Dæmt tvígripa, hann fer í boltan. Þetta getur ekki verið. Það er ekki hægt að dæma tvígripa á þetta ef maðurinn slær í boltan. Þarna Svavar einfaldlega í glórlausan dóm. Óðinn missir ekki boltan nema þessi farið í hann. Já, hérna hér, þetta er... Já, ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Ég er að reyna að vera ekki of hlutdrægur en þessi dómur alveg galinn. Já, þá eru Eyjamenn komnir í sóknina. Rúnar Kárason sleppur með þetta og kemur enn en varsla frá Niklas Satsvel en dæmt vítakast. Arnór Viðarsson kom hann á strauginu mitt eitt 2 og sækir vítakastið. Og Sigtryggur Daði Rúnarsson á punktinum, búinn að vera öruggur til þessa. Hvað gerir hann hér gegn Niklas? Setur hann yfir hann, Niklas var heldur betur í sem bolta en boltin endar í netinu og Sigtryggur Daði kominn með sitt 7. mark í leiknum. Það er 4 úr vítum. Ekki enn klikka skoti eins og þið sjáið. 3 marka munur, 20 mínútur eftir af þessum leik. Þetta verður áfram stál í stál, það er ekki nokkuð spurning. Kemur Óðinn. Svo er hann að Patti á Arnór Ísak. Arnór Ísak með línuna og dæmt lína á Einar Birgi. Einar liggur eitthvað eftir þarna en skilum hvað hefur gerst þarna en í BF í sókninni. Rúnar Kárason skorar, þessi bolti lekur í netið. Einar Birgir skiptir svo út af eitthvað. Hvað gerðist þarna? Það þarf allavega að skúra gólfið eftir að hann lá þarna. Haraldur Bolli Heimisson kemur í hans stað. En já, Eyjamenn nýtti sér þetta. Í stað að við fengum þetta úrvald færa á línunni þá féll Einar danski við og þeir voru fljótir að refsa hérna Rúnar Kárason. 25-23, sveiflur á báða bóa hérna, aftur 2 marka munur. Patti kemur inn á miðju, setur hann Arnór. Patti nær að halda sér flott, kemur Arnór Ísak með skot yfir markið. Skyndilega geta þeir minnkað í 1 mark. Ekki alveg byrjun að setja sem við ætlum okkur en Eyjamenn hins vegar Eyja flottan leik. Þetta endur ruðningur hérna á Arnór Raggi Njáls. Gerði vel hérna. Hálfpartinn sótti þennan ruðning og fagnar vel og innilega skemmtilegu karakter Raggi Njáls. Ja, Arnór á Allan klippur þetta með Patti á, sækir uppkastið. Sóknarleikur er ekki alveg nógu beittur á okkur núna. Við erum að fara að hika aðeins og það þýðir að höndin er komin upp. Patti fær uppkastið. Við erum eins og er í bara í bullandi vandræðum. 5 sendingar eftir að ég held. Kemur Arnór Ísak. Arnór klippið Patti upp. Skotið blokkað af vörninni. Þeir ná ekki hraðhlaupinu. Koma hérna upp Elmar á Sigtryggur niður í hornið en þeir á ekki að opna fyrir hann Friðrik. Og þetta frábær varsla hjá Niklas Satsvel. Hann er hérna frá Rúnari Kára. Og þetta er heldur betur orðin leikur aftur maður. Sjáum hérna Niklas Satsvel 3 varinn skot, 21% varsla.
Káa í markafjörð eins og sjá. Patti lendir í Rúnari. Já. Arnór Ísak í vandræðum hérna og Patti nær ekki að grípa boltann. Líklega stutt í höndina, já, höndi komin upp. Allan á Patta, Patti á Arnór Ísak, hann í hornið. Arnar Freyr, varði frá honum, frákastir á Káa, nýsók. Vantalega það er bara hálf örvæntingafullt að fara hérna inn. Arnar og innfarinn varði frá honum. Boltinn, ekki dæmt og þeir keyri bakið á okkur, fljótir refsa og Gauti Gunnarsson skorar 24. mark IBVF. Þeir eru búin að minnka í 1 mark og ennþá 16 mínútur eftir af þessum leik. Og Káa bregður á það ráð að fá aukamann í sóknina. 7-6 gegn liði eins og IBVF getur það reynst stórhættulegt, en við verðum að reyna eitthvað. Sóknarleikurinn er búin að missa heldur betur bitið hjá okkur á undanförnu. Patti á Allan beint á einfaran. Elvar með skotir allan völlin. Steinn liggur beint í markið. 25-25 og svona ekki langt sem við tókum leikli. Við grunum nú að Jonni viljum nú bíða aðeins með það. Við erum áfram með aukamannsókninni 4 mörk í röð hjá IBVF. Og markafjörð Káa komin í rúmar 6 mínútur. Patti á Allan, jæja. Patti alveg tæpar á skrifunum hérna. Óðinn Þór fyrir gegn, skora! Þetta gerir hann algjörlega upp að eigin spýtur. Óðinn Þór Ríkarsson, þessi gæi, þetta er bara töframaður með boltan. Og Káa er því áfram í forystunni, en þessi leikur er galopinn, heldur betur. Húsið, nú þurfum við á húsin að halda. Það eru töfrar í Káa-vilunu, það þekkjum við svo sannarlega. Við þurfum að nýta þá töfra. Elmar, það er fríkastið. Káamenn ekki sammála þessu, en ég held að með miðað hvernig leikurinn hefur verið, þá er þetta svo sem alveg fríkast. Við þurfum bara að halda áfram að spila vörn. Þá tekur Ellingur Richardsson leikhlé fyrir IBVF. Hálfskrítið að taka leiklífuna finnst mér. Leikurinn búinn að vera heldur betur að sveiflast IBVF í hag. Það vil kannski bara halda áfram að menn haldi að gera það sem að bregðast kannski betur við þá að sé að spila 7-6. Sjáum hérna markaðastu menn, Patrik Stefánsson hjá Káa með 7 mörk, Óðinn Þór Ríkarsson, Alan Norberg aðra megin báði með 6 mörk, aðrir minna. Sigurður Daði Rúnarsson markaðastur hjá IBVF með 6 mörk, Rúnar Kárason 5, Kári Kristján og Elmar Ellingsson báði með 3 mörk. Já, sóknarleikurinn okkar er búinn að lenda í smá vandræðum, sérstaklega eftir að Jón Heiðar Sigurðsson fékk þetta beina rauðarspjald undir lok fyrri hálfleiksins. Það munar minna. Hann náttúrulega er gjörsamlega frábær í að finna liðsfélaga sína og opna fyrir þá. Og það munar svo sannarlega það að hann njóti ekki lengur við hér í kvöld. 14 mínútur eftir. Káa marki yfir og stefnir í heldur betur markaleik. Komið 51 mark á töfluna á tæplega 46 mínútum. En jæja, leikurinn komið aftur á stað. IBVF freistar að setja metin á ný. Ásgeir komin hérna hægra megin. Elmar niður í hornið. Það er tilbaka. Og ólögleg blokkering dæmd á Kára Kristján.
gekk þetta hressilega fram, geta Ragga sem var stinnlá. Allan upp, skorar! Og fara að minna fyrir honum síðustu mínútur, þarna minnir hans á sig heldur betur, 27-25. Káan að halda í frumkvæði, það er mikilvægt. Stoppuðu leikinn, þurrkum hérna eftir að Raggi lá hérna eftir viðskipti sín við Kára Kristján. Kári Kristján og Raggi Njáls leikur nú saman með unglingalandsliðinu á sínum tíma. Það er orðið þó nokkuð mörg ár síðan það var. Tveir virkilega skemmtilegi karakterar. Finnst báðum mjög gaman að bulla og hafa gaman. Fríkast hérna. Það eru svo sannarlega læti í húsinu og það er alltaf bara magnað eins og á að vera. Elmar keyrir á þetta og fær aukastið. Hvergi banginn drengurinn, snöggur á fótunum. Hann þarf að hafa sig alla við til þess að stoppa hann. Opnar fyrir Ásgeir og Ásgeir skorar. Ásgeir Snær Vignisson. Það er hans fyrsta mark, jú. Hans fyrsta skot með þessa líka. Mikilvægt mark fyrir gestina. Minkar þetta aftur niður í 1 mark. Þá er Skarphéðinn Ívar mættur aftur í Káa-liðið. Allan klippir þetta við Skarpa. Skarpi keyrir á þetta en fyrir ekki sjálfur og fáið þetta styrkusmark og já. Óðinn Þór Ríkharðsson eftir þessa styrkussendingu frá Patta. Skorar þessu mikið magnaðu gæi og hér kemur Nicolas Satsvel við frá Rúnari Kárasyni. Er þetta snúast enn og aftur? Brotið hérna á Patta og hvað gerist hér? Patti og Dagur lenda hérna saman og þeir eru bara að halda einhvern annan og rúlla á vellinum. Nei, fyrirgefið hann og hérna Rúnar Kárason fyrirgefið. Já, sigur viljum fá, segir í laginu góða og strákarnir eru klárlega einbeittir í að láta það verða að veruleika en við munum sjá virkilega háspennu hér síðustu 12 mínúturnar sem eru eftir á þessu leik. Kemur leysingin frá Óðinni Þór. Patti við Allan á Skarpi tilbaka. Finnum Einar Birgi á línunni en Björn Viðar ver frá honum. Þeir finna ekki sénsinn. Hún opna hornið, gengur ekki. En fá innkastið. Já, við erum ekki sem mörg pjúra hraðaleg pjá Eyjamönnum í dag. Strákarnir eru búin að vera rosalega agaðir í að fljóta tilbaka. Það vitum við það að Eyjamenn eru ótrúlega naskir í að bremsa með hröðum upplöpum og þvinga andstæðinginn í vandræði. Ásgeir er ekki að valda bolta en það skiptir ekki máli, Eyjamenn halda boltanum. Dagur á Ásgeir, brotið á honum, frábær varnarleikur. Höndin upp, Dagur Arnarsson. Klippir hérna við Sigtryggur á Ásgeir keyrir á þetta og fær að labba í gegn og skorar og minkar þetta í 1 mark. Já, fín innkoma hjá Ásgeiri Snæ. Og með 2 mörk núna á skömmum tíma. Háspenna lífsætta í Káa-mölinu eins og alltaf. Það verður alltaf vera það leikirnir í Káa-mölinu verða æsi spennandi og ekki beint fyrir Hjartveika. Kemur Skarpi með plás en sér tilbaka á Allan. Já. Það var bara þýðir að eina vitið að láta vaða og þora. Skarphéðinn Ívar Einarsson
hans fyrsta mark í leiknum. Magnaður kappi. Opna horneti, vel gert og hann minkaði hérna muninn, hann Gauti Gunnarsson. Já, vel gert að galopna hægra hornið að Gauti með sitt annað mark í leiknum. Já, Ólafur Gústafsson ekkert beitt sér í þessum leik. Það að vera eitthvað tæpur. Það segir ykkur það að það er þá vantar það því miður svolítið upp á leikformið ef að það er ekki það að koma inn á þennan leik. Þetta er spennuleikur, allt undir. Þau sleppuðu með skrekkin að fá fríkastið þarna. Einar Birgir var ekki líklegur til að grípa hana bolta. Ef við fáum fríkastið, eins og segi, vorum heppnir hana. Tíminn stopp. Það var eitthvað að þurrka hérna. Já, það hætti að þurfa að þurrka hansi oft núna. Höndin er uppi. Mjög skarpi. Allan með skotið þar yfir. Það stökkið tilbaka, hotnið er... Nei, við náum að loka í. Rúnar Kárason lendir hann í patta sem er að brjóta á honum. En IBVF getur jafnað leikinn á ný. Sveiflur núna í báðabóa. Ásgeir, losar hann á Dagur, losar hann á Sigtryggur upp, varði frá honum, búið að flauta á Kára Kristján Kristjánsson. Kári er alltaf ofta ansi mikið að dansa á línunni og þá kemur Patrekur Stefánsson, hefur engan áhuga að senda boltan og það fer bara upp völlin sjálfur og skorar. Þá stoppa leikinn aftur vegna bleitu á völlinum. En já, Kári Kristján Kristjánsson búinn að fá núna, allavega 2 ólöglega blokkeringar dóma á sig núna á skömmum tíma og hann fær þá að hvíla í hans stað mætir Sveinn Jose Rivera. Skiptir svo miklu máli á að hanga á þessari forystu. Baráttan sæti í úrslitakeppninni og hvað þá líka sæti sem eftir deildinni gríðarlega hörð. Deildin sjaldan verið jafnari og spennandi. Kemur Dagur, klippir hérna Ásgeir, losnar hann á Sigtryggur í hornið og þetta er vel klárað. Friðrik Hólm með sitt annað mark. Minkar þetta í 1 mark á ný. Þetta er algjör veisla þessi leikur. Já, það er áhugavert að vita hvað Lengur hafa verið að segja við Sigurð Hjört dómara hérna. Patti, milli 1 og 2 sækir vítið. Þarna eiga menn bara að vita það, láta hann fara. Það var líka þröngt, hann var aldrei að ná að hoppa út í tegin heldur. Og ég held að Dagur Arnarsson sé aðalega pirrandi sjálfan sig að hafa boðið upp á þetta vítakast. En vel gert á Patta, lét vaða. Björn Viðar var hérna aðeins að klappa boltanum. Það hafði áhrif á Óðinn sem búið að sjóðandi heitur í dag. Já, því að Björn Viðar sér við honum. Og Dagur Arnarsson nær svo boltanum í kjölfarið. Sjáum þetta vörslunar hjá einfaranum. 9 varði bolta, 31% varsla, búinn að verja 2 víti. Það munar það. Svo sannarlega IBVF getur jafnametinn. Sveinn Jose á Sigtrygg. Sigtrygg tilbaka miðuna sem Dagur kemur. Og fín vörn hjá
Ragnari Snær, það er að stöðva hann Ásgeir. Dagur keyrir hérna á Ragga. Þegar Raggi nær höndinni í þig þá ertu farinn. Það er bara þannig, þú losnar ekkert úr þessum greipum. Það hugsa á sér Kári Kristján Kristjánsson. Sigtryggur undir hérna á Patta og þegar hann er að reyna að snúa sér þá sýnist mér að fara með höndina í andlitið á Patta. Engin brotavilji bak við þetta. Að sé leiðin Patta. Það er bara leikhaldið áfram hérna. Sigtryggur biður hann afsökunar. Þetta er alltaf hættulegt við það þegar menn eru að reyna snúningin til þess að losa sig frá varnarmanninum, að lausa hendin vill oft sveiflast aðeins til, en eins og engin innbyttur brotavilji bak við þetta, bara uppkast og áfram með sókn gestana sem geta jafnametinn. Höndin uppi, Tími Sigtryggur losar hann á Dagurinn að línuna, Sveinn Hóse fær vítakastið. Já, eftir frábæra vörn hjá okkur þá finnaði Sveinn Hóse á línunni og hann sækir það víti. Og þá væntanlega Sigtryggur Daði áfram á punktinum, búinn að vera gríðarlega öruggur þar í kvöld. En Bruno Bernat mættur í ramman. Bruno er þekktur vítabanni, en Sigtryggur áfram virkilega öruggur sínum aðgerðum. Jafnar hér metin í 30-30. Hans 7. mark. Það er á 5 úr vítum. Ekki enn klikkað skot eins og þið sjáið. 5 mínútur eftir. Bæði liðið eftir leikhlé. Þessu er hvergi nærri lokið. Allan með flotta hreyfingu, kemur sér í gegn og frákast er yfir Arnari Frey. Áfram með smjörið, strákar. Haldur áfram að sækja. Allan. Skarpi verður að þóra þarna. Allan er á línuna og Arnar Freyr í gegn og skora. Björn Viðar Björnsson var svo sannarlega í sem bolta, en góður bolti frá Allan Norberg inn á Arnar Freyr sem búinn að leysa og hann skorar. Káa aftur marki yfir. Og auka kast. Þarna hefði ég annarkvæmt haldið að vera ruðningur eða víti. En þessi típiski Salomonsdómur að dæma aukakast þegar annar liðið vill ruðning og hitt liðið vill vítakast. En hérna hér þessi leikur. Við vissum það allan daginn þegar Káa kom 6 mörkum yfir að IBF myndi koma með áhlaupi tilbaka og það hefði svo sannarlega orðið raunin. Þvílík spenna í þessu. Kemur Ásgeir inn að miðju. Aftur í skutuna. Dagur Arnarsson kemur hérna gegn Ragga. Næra. Sýður Raggi vandræði. Boltinn endar hjá Óðni Þór. Óðinn setur hann upp á Arnar. Arnar Freyr í gegn og setur hann beint á innfaran sem verður frábærlega. Þarna hefði verið mikilvægt að fá markið, en Ásgeir missir boltan, tvíkir dæmt á hann og hann liggur eitthvað eftir heldur en hnéð. Það þarf að vera höfuðmeiðsli á að stoppa leikinn, en Káa kemur hérna manni fleiri. Allan Norberg skorar! Það er svo stutt að mynda á 2 mínútna brottvísun. 2 mínútna brottvísun á Daniel Ragnarsson. Ég verði ekki hérna, ég misti neðilega að því af hverju hann er að fá 2 mínútur fyrir þetta, en boltinn endar í netinu. Allan Norberg skorar og hinum megin af vellinum liggur Ásgeir Snær Vignisson eftir. Það var dæmt þarna tvígrip á hann sem var rétti dómur, og fyrst þetta er ekki höfuðmeiðsli þá fekk Káa njóta vafans, keyra upp hraðan og í yfirtölunni skoruðu þetta 32. mark og þessi brottvísun á Daniel
Ég ætla að vera Jó, ég búinn að sjá þetta aftur. Daniel full lengi að sleppa, lendir aftan í Allan sem skoraði. Þannig að það svo sem alveg þetta færa rauk fyrir þessi 2 mínútur, en þetta vissulega ansi dýrkeypt fyrir Eyjamenn, sérstaklega þessum kafla. 2 mörkum undir þegar að 3,5 mínúta eftir af leiknum. Ásgeir kemur hér að velli, klappa fyrir honum að sjálfsögðu í húsinu. Viljum náttúrulega engum illt, vonum að hann verður fljótur að hrista þetta á sér. Í hans stað mættur hins vegar Rúnar Kárason sem búinn að vera magnaður að vanda fyrir Eyjamenn. Þeir eru með aukamann í sókninni, freista þess að koma sér aftur inn í þetta. Manni færri. Dagur klippir hérna við Rúnar, losa sig frá Ragga, galoppi hægra megin og Dagur dæmdur runningur á hann, átti að losa hann í hornið. Hann hann klaufi, hann Dagur algjör klaufi. Þeir voru 2 á 1 með allar hægri vænginn og Dagur keyrir á varnarmanninn. Hann gauta svo afsökunar að hafa ekki sent á hann. Nú getur KA-liðið farið langleiðina með þetta, manni fleiri. 2 mörkum yfir, Patti upp niður í hornið, Arnar Freyr með gott færi en einfarin verð frá hann, frákast hjá KA, gengur ýmislegt upp á strákunum núna. En þvílíkur leikur hjá Birni Viðari Björnsinni í marki IBVF. Allan, höndin komin upp, þetta ekki alveg nóg gott, manni fleiri. Boltinn á Óðinn á Allan upp. Við skotið varið og stökkið tilbaka. Nýtum okkur ekki liðspunnin hérna. Aukamaður í sóknina 30 sekúndur eftir að brotthúsinu gestana. Sveinn Hóse Rivera kemur inn á línuna. Dagur Arnarsson inn á línu. Frábært hjá Sveini Hóse sem skorar. Þetta áfram galopið 32-31. Við erum einfaldlega ekki að nýta okkur liðspunni nægilega vel, því miður. Arnar Ísak á Patti upp á Allan með plás, setur hann að Patti með mikið plás hérna og dæmdur ruðningur að Patta. Hvort hann hafi verið komin í stöðu ekki alveg vissum, en ruðningur niðurstaðan og Eyjamenn geta skyndilega jafna metin. Þessi leikur ótrúlegur, sveiflur fram og tilbaka. Já, hérna hér rétt rúm mínúta eftir. Dagur setur hann á Rúnar, hver tekur að skarið. Kann ekki óvægt að veri Rúnar nokkuð Kárason, setur hann á Sigtryggur Daði, ekki má klika skot í dag. Dagur lendir í Arnari, fín vörn. Hvenær tekur Erlingur sitt leikli, ætlar hann að bíða. Dagur á Sigtryggur, klippir Rúnar upp. Óðinn næstum og Stelaboltan gengur ekki. Og endar í stönginni inn þarna frá Friðrik Hólm. 32-32, KA með boltan. Við eigum leikli eftir. Hvenær tekur Jonni leikli, við ætlum að reyna að spila út. En við erum í jöfnum leik hérna, Jonni tekur leikli. Já, leikli, við förum við tölfræðina að leik loknum. En þetta ótrúlega, KA var í dauða færi að ganga frá þessu leik rétt á hann. En harkan í Eyjamönnum, hún alltaf til staðar og þeir eru búin að jafna leikinn. 22 sekúndur eftir, KA með boltan. Og reyna væntanlega að skjóta eins seint og hægt er. Björn Viðar Björnsson í marki IBVF, 12 varin skot.
með tæp 40% í markvörslunni. Sá búinn að koma sterkur inn eftir að Petar Jokanovic fann sig ekki nægilega vel og það mun mæða á honum að stöðva síðasta skot KA. Það er að segja að það kemur. Það eru allir með í húsinu. Allan Norberg. Svo boltar hérna Patti með smá flugbröð. Losar hann á. Allan tilbaka. Allan. Tíminn að renna út. Kemur skotur á Patta. Það er yfir. Við erum að tala um jafntefli 32-32. Gríðarlega svekkjandi að ná ekki að klára hennar leik með sigri en á sama tíma hrós á gestina. Þeir gefast aldrei upp, sækja stig í KA-heimilið og stoppa þessa sigur hrinu sem KA var í, búinn að vinna 6 leiki röð fyrir leikin í dag. En við höfum ekki tapað leik áfram í þó nokkuð tíma. 32-32 lokatölur. Svo við kíkja á tölfræðina. Sjáum hérna Patrik Stefánsson og Allan Norberg markaðastir í dag með 8 mörk. Óðinn Þór þar á eftir með 7. Jón Heiðar Sigurðsson með 3 mörk. Fekk rautt spjald undir lok fyrri hálfleiks og ég ætla bara að fullyrða það að það sá á sóknarleik KA-liðsins í þeim síðari að það vantaði Jón Heiðar bæði bara hvað breiddina og líka bara svo frábær spilari að finna samherja sína. Arnar Freyr Ásansson með 2 mörk. Svo voru þeir skarpiðin Ívar Einar Birgir, Hafður Bolli og Ragnar Njálsson allir með 1 mark. Í markinu Bruno Bernhard varði 2 skot áður en Niklas Satsveit tók við og varði 4 skot. Þarna eins og verðum við að fá þeirri varða bolta, 6 varðin skot. Sjáum gestina. Það er Sigurtryggur Daði Rúnarsson markaðastur með 7 mörk úr 7 skotum. Geri aðrir betur og þar meðal 5 mörk úr vítum. Rúnar Kárásson með 5 mörk. Friðrik Hólm, Kári Kristján, Elmar Ellingsson allir með 3 mörk. Dagur Arnarsson, Ásgeir Snær, Gabriel Martínez og Gauti Gunnarsson allir með 2 mörk. Svo voru þeir Arnór Sveinhóse og Nökkvi Snær allir með 1 mark. Petar Jokanovic hóf leikinn í markinu, varði 2 skot áður en að Viðar Björnsson einfarin sjálfur tók við og varði 12 skot, 35% varsla og er þetta stóra ástæðan fyrir því að þeir fá hér stig. Sjáum hérna tölfræðilega 32-32 skotendingin á KA. Hálf hrinur í síðari hálfleik. Við vorum með töluvert betri nýtingu í fyrri hálfleik og því fór sem fór. 0 mörk úr vítum er líka ansi dýrkeypt. 2 varin víti hjá Birni Viðari. Já, KA eins og sjáið 40 mínútur í forystu á þessum 60. Það dugði því mér ekki í dag. Eyjamenn meira út af í 2 mínútur, 7 Brottersson gegn 4. En við nýttum okkur liðspunni því miður bara ekki nægilega vel, sérstaklega þegar mest lá undir lokleiks. Sjáum við þetta KA skorar 8 mörk úr hraðalegu gegn 3. En Eyjamenn 7 mörk, þetta manni færri. KA hins vegar 2 mörk, manni fleiri. Eyjamenn skora fleiri mörk, manni fleiri en við, samt voru við töluvert lengur. Manni fleiri. En hvað það, kíkjum kannski örstutt á tímalínuna áður fyrir að segja þetta gott hér. 20-15 hálfstölur, Eyjamenn voru svona, já, og tók þá helmingin af setjalátum til þess að jafna leikinn á ný og endanum fer þetta 32-32 og kannski rétt árum sem þetta gott, þá skulum við kannski kíkja á hérna nýju tölfræðinakar. Sjáum hérna Patrikur, Óðinn og Allan með langflest skota KA, 14, 13 og 12. Þetta markaðastir í liðinu og rétt í lokin sjáum við IBVF. Betri skotending hjá þeirra mönnum
Rúnar Kára með 5 úr 9, Sigtryggur Daði 7 af 7 og aðrir minna en aðrir, þið sjáið, flestir með sín mörk úr jafnmörgum skotum. En já, ég held að við verðum að setja gott í dag. Þakkum kærlega fyrir okkur. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýst þessu fyrir ykkur. Og á myndavélinni Magnús Örn Bergþórsson, þakkum honum kærlega fyrir sitt framlag og Stefán Jónsson sá tölfræðina. En annars bara takk kærlega fyrir árið og við höldum áfram að sýna vel frá starfinu hér í K-miðlunum á KA TV. En annars takk kærlega í dag. Bless, bless!